Samtaka fjármálafyrirtækja segir mikilvægt að Hæstiréttur komist að einróma niðurstöðu í viðamiklum málum á borð við fjármögnunarsamninga atvinnutækja. Einn hæstaréttardómari skilaði séráliti. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu á fimmtudag að fjármögnunar leigusamningar sem kraftvélaleigan gerði við Íslandsbanka væru í raun lánasamningar. Ljóst þykir að úrskurðurinn mun hafa gríðarleg áhrif á mörg fyrirtæki sem sum hver eru orðin gjaldþrota. Þá er ýmsum spurningum enn ósvarað. Fyrir það fyrsta náttúrulega verða menn að bíða og sjá hvert fordæmisgildið er. Þarna verður að dæma tiltekna samningsskilmála hjá því fyrirtæki sem þarna umræðir. Mér skilst að það sé nú ekki alveg sambærilegir skilmálar hjá svona öðrum keppinautum á markaði og sé þetta margt svipað, þannig að við erum svolítið eftir að bíða og sjá hvort að þurfi þá ekki væntanlega einhverja frekari dóma til að skýra þetta að endingu en það er allavega ljóst að dómur er kominn fyrir þessa skilmála sem þarna voru til staðar. Og er það þitt álit að þetta sé ekki fordæmisgefandi? Ég ætla ekki að fara að tjá mig það hér og nú. Það verða svona lagaspekulantar og svo kannski lokun dómstólar að skera úr en ég allavega veit það að skilmálanir eru einhverju dálítið ólíkir þætti sem að vera að skipta miklu máli í niðurstöðu Hæstaréttar. Einn hæstaréttardómari skilaði séráliti. Guðjón segir betra að Hæstiréttur komist að einróma niðurstöðu í svona viðamiklum málum. Það greinilega var þarna einhver vafi þó að vissulega ráði meirihlutinn í þessu máli, en það er líka veltur upp þeirri spurningu með samningsfélags í lögaðila á milli hvar við eigum að draga mörkin þar. Og í Hæstiréttur á kannski svona svolítið næsta leik í því að segja okkur hvar þau nákvæmlega eiga að liggja.